Einu sinni réð skólastjórinn öllu einn, en ekki lengur. Núna eru málefni skólans rædd í skólaráði. Þar fær fólk að segja sína skoðun og vera með í að ræða og taka ákvarðanir hluti sem skipta það máli. Skólaráð á að tryggja að sjónarmið allra fá að heyrast. Skólaráð á að geta haft áhrif áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar meiriháttar breytingar í skólanum. Allir í skólaráði eiga að geta beðið að ákveðin mál verði rædd. Hverjir í skólaráði? Bæði börn og fullorðnir í ráðinu, 9 alls. Skólastjórinn, 2 kennarar, 1 starfsmaður, 2 foreldrar, 2 nemendur og 1 úr grenndarsamfélaginu, til dæmis einhver úr hverfinu sem vill skólanum vel. Allir meðlimir skólaráðs eru jafn mikilvægir og börn eiga að fá sömu tækifæri og fullorðnir til þess að tjá sig. Það mikilvægt að foreldrar og nemendur kjósi sína fulltrúa og það alveg nauðsynlegt að allir hafi varamenn. Skólaráð hittist reglulega og ræðir öll mikilvæg mál. Skólaráð á að koma sér saman hversu oft eiga að halda fundi og hvenær. En auðvitað verður að sjá til þess að allir í skólaráðinu geti mætt á fundina, svo þeir geti komið sínum skoðunum á framfæri. Og þá á ég ekki við skoðunum á fatavali Sigríðar starffræðikennara út af því að skólaráði ræðir auðvitað ekki málefni einstaklinga, heldur það sem snýr almennt að skólastarfinu, náminu og velferð nemenda. Foreldrar og nemendur í skólaráði eru fulltrúar allra foreldra og allra nemenda í skólanum. Það á að vera augljóst hverjir í skólaráði svo foreldrar og nemendur geti leitið til þeirra. Foreldrafélagi og nemendafélagið eru bakland þeirra, þaðan fá þeir stuðning. Skólaráð á líka að funda með nemendafélaginu að minnstakosti einu sinni á ári og halda opinn fund með öllum sem tengjast skólanum málefni skólans. Auðvitað þarf svo að birta hvað gerist á þessum fundum á heimasíðu skólans, svo allir geti fylgst með. Skólaráð á að vera í öllum grunnskólum. Það skiptir máli og hefur áhrif. Veist þú hver í skólaráði?